til leiks í þessari annarri umferð Íslandsmótsins í torfæru. Komið torfærunni á Hellu sem flugbjörgunarsveitin þar á staðnum lengst fyrir og hefur gengist fyrir nú í 20 ár. Það Ragnar Skúlason sem leggur af stað fyrstur í fyrstu þraut með litlum tilþrifum og kemst ekki og fær aðeins 225 stig af 300 mögulegum. Þá það helsti keppinautur hans, Þorsteinn Einarsson. Þeir tveir eru með yfirburða bíla í götubílaflokki, báðir með 500 hestafla vélar undir húddinum. Þorsteinn Einarsson tekur hér aðeins bláa á barðið og kemst upp alla leið 255 stig. Hér töluvert langt til hægri, tekur eitt dekk undir miðjan bíl, en kemst miklu lengra og sjáum alla leið. Það var mjög vel gert hjá Þorsteini. Þá það Reykhóla sveitarmaðurinn Guðmundur Sigvaldason. Hann hefur aðeins 155 hestafla í sínum bíl. Já, hann hættir nú við hér, 180 stig, og þá er heimamaðurinn Árni Pálsson. Nýliði, 18 ára. Það voru 5 keppendur skráð til leiks í götubílaflokki. Sigurður Jónsson lenti í óláni að fyrir en hann spilaði rétt fyrir keppni og meðan keppendur voru í fyrstu þrautunum þá var hann að skipta strokklokspakningur. Önnur þraut, Þorsteinn Einarsson fer þar fyrstur. Já, alla leið glæsilega gert hjá Þorsteinn aftur 300 stig, komið 555 og tekur þar með forystuna, eðlilega, þar sem hann er fyrstur í þessari þraut. Nú þurfa hinnir að fara alla leið, Ragnar Skúlason og Guðmundur Sigvaldason, ef þeir ætla að hanga í Þorsteini. Þá er það Guðmundur. Nei, vantar afl hér. Viðræðin gengur ekki sem skildi. Vantar að lítið meiri hraða. 255 fær hann þó. Þá er það Árni Pálsson. Þá vantar hér grip og Ragnar. Mál fyrir Ragnar, 300 stig. Þá eru þeir orðnir efstir, eða Þorsteinn Einarsson er réttara sagt efstur, Ragnar Skúlason annar 30 stigum þar á eftir og Guðmundur Sigvaldason kominn í 3. sæti með 120 stig. Þriðja þraut og Árni Pálsson fer þar fyrstur. Þetta er spurning hliðarhalla, hér snertir Árni Pálsson eitt dekk. Þessi þraut reyndist söguleg þegar upp var staðið. Fer hér í gegnum endaliði, vel gert hjá hann 285, misti aðeins 15 stig fyrir að snerta eitt dekk í þessari hægri beygju sem Ragnar er að koma í nú. Ragnar sleppur við það dekk. Heldur ofar heldur en Árni, fer síðan hér yfir miðjuna á fær dekki undir miðjan bíl, missir talsvert stigum, fær hans 195. Og þá er það Þorsteinn Einarsson sem var í forystunni fyrir þessa þraut. Og hann rétt snertir hér dekk í endamarkinu en fær ekki nema 165 stig og þennan úrskurð kærði hann. Sú kæra var ekki tekin til greina af dómnefnd sem var á staðnum. En hann hefur heimild til þess að áfrýja og það gerði hann og þetta mál er nú til athugunar eða í meðferð Dómstóla Landssambands Íslenskra akstursíþróttafélaga og við verðum bara að bíða þolinmóð eftir því hvað gerist þar. Þegar upp var staðið þá munaði 60 stigum á 1. og 3. sætinu og Þorsteinn Einarsson lenti í 3. sæti og hann telur sig eiga inni 60 stig í þessari þraut. 4. þraut og þetta var tímaþraut. Segja tíminn ræður hér. Sá sem fer fyrstur og fer villulaust fær 300 stig og síðan fá hinnir hlutfallslega minna mínus þau stig sem þeir tapa við það að snerta dekk. Og Ragnar Skúlason náði besta tímanum og snerti engin dekk, fékk 300 stig. Árni Pálsson fór þarna af stað fyrstur í þessa þraut og bifreiðin var hálfmáttlaus, ekki í gangi og við fór hann ekki lengra heldur en bara vitni. Þorsteinn Einarsson. Það virtist nú vera að Þorsteinn Einarsson bara vissi ekki af því að þetta væri tímaþraut því hann ók mjög varlega og gætilega. Hefði mátt nota hestaflinn aðeins fyrr og betur.
Sjáum það, þetta er bara hálf gjöf. Það er 250 stig, missir þarna 50 stig aftur á Ragnar Skúlason. Þá er það Guðmundur Sigvaldason sem skaust upp í fyrsta sætið í þriðju þraut sem við sáum áðan. Fer hér yfir dekkin með tilþrifum, nettir hér stig og missir 15 stig. Hefði stigan farið undir miðjan bíl þá hefði hann misst 30 stig og hefði hann farið enn lengra enn undar þá hefði hann tapað 60 stigum. Hann fær 237 stig, kominn með 972 stig, 2 stigum á undan Þorsteini Einarssyni. Tvær þrautir eru eftir. Þá er það drullupitturinn. Þessar bifreiðar hafa ekki verið settar í drullupittin áður, það er brautabílaflokkurinn. Ragnar Skúlason fær 300 stig. Þá verða hinir tveir björnvel að fá 300 hvor. Já, ekkert mál fyrir Þorstein. Sjáu þið afturstuðarinn bogið út bara af átökum við drulluna sem að dekkin spýta undan bifreiðinni. Stuðarinn stendur þarna beint aftur úr bílnum hjá Þorsteini. Þá er það Guðmundur Sigvaldason. Vantar hestöfl til þess að halda hraðanum út í pollinn. Hvað gerir hér? Ætlar hann að stoppa eða ætlar hann að halda áfram? Fara alla leið? Já. Og 300 stig, takk. Skýtur sér hér svolítið til hliðar í brautinni. Það er gripið hér hægra megin. Hann hleypir honum nokkra sentimetra og loks alla leið. Guðmundur hikaði aldrei og hér uppskarð þar að leiðandi 300 stig fyrir þessa þraut. Og þá loksins kemur Sigurður Þórn Jónsson kemur stropplokkstakningu. Dauðarlagi. Já. Lengra fór Sigurður ekki. En áhorfendur voru margir að vanda. Árni Pálsson. Nei, lengur hans ekki í drullupittinum að þessu sinni. Árni er aðeins 18 ára nýliði. Þá er það Þorsteinn Einarsson. Hefur að minnstakosti tvöfaldan aldur Árna. Helst vera á mjög góðum aldri. Aksturs íþróttamanna. Það er og yfir 30 upp í 40. Og síðasta þrautin var þessi akstur yfir ána fram og tilbaka. Trígang og að mínum mati mikil mistök hjá keppnisstjórn að hafa þetta ekki tímaþraut en það leiddist áhorfendum þarna undir það síðasta. Þorsteinn Einarsson fær 300 stig úr síðustu 2 þrautunum. Þá þarf Guðmundur Sigvaldason að fá 299 stig úr þessari þraut til þess að lenda fyrir framan Þorsteinn Einarsson. Og það reyndi ekkert á kappana, þetta var bara spurningir að fara hægt og rólega og passa það að missa ekki vélaraflið vegna bleytu. Því þeir tapa stigum ef þeir stoppa, fara ekki hiklaust í gegnum brautina. Stig fekk hann 1572, það er 2 stig í forskot á Þorsteinn Einarsson
og þá hér kominn sigurvegarinn í annari umferð Íslandsmótsins, sigurvegarinn í góða torfærunni á Hellu, Ragnar Gúlason, og nælið sér þar með í 20 stig. Íslandsmeistara, fyrsta sæti gefur 20, annað 15, þriðja 12, fjórða 10, síðan 8, 6, 4, 3, 2 og 1. 10 efstu menn fá stig í hverri umferð. Þátturinn verður ekki lengri hjá okkur í kvöld. Ég minni á það að næstu helgi fer fram þriðja umferð Íslandsmótsins í rallakstri. Það er veitingahúsið Langisandur á Akranesi.